Gaman að fá þig heimsókn. Já, bara fínt að vera mættur. Það nú kannski staðið til í eitthvað tíma, en svona þetta nú. Það er að finna pláss í dagskráni. Ég var myndið að hugsa það núna, því að þú kemur hérna aðeins einn. Þá var ég að hugsa, ég sá, þú búið að setja tíma frá 4 til 5. Já. Og ég hugsaði mitt, er búið að reikna með það, því ég væntanlega var búið að setja það eitthvað annars þar frá 3 til 4. Er búið að reikna með tímanum sem þú ferðar milli staða og þarftu þú að fara hérna frá mér klukkan 5 og ég var alveg stressað, ég get ekki verið með mannininn það bara í 30 mínútur, Nei, ég er að koma aðeins og seint inn og sem betur fer var ekki búið að ráðstafa mér í beinu framhaldi, þannig að ég er alveg afslappaður. En dagarnir eru oft á tíðum mjög þétt bókaðir og það er þessi tími sem þú ert alltaf að leita til þess að bara sitja einn við skrifborðið og safna hugsunum þínum og koma skipulagi á það sem að þér langar til að koma frá þér. Sá tími er oft á tíðum allt og takmarkaður. Ertu með einhvern svoleiðis tíma? Já, ég þarf auðvitað bara stundum að loka hurðinu og biðja frið, til þess að geta komið skipulagi hlutina. Stundum safnast upp líka mörg erindi og þú þarft að bregðast við og það kemur fyrir að maður næri ekki gera það jafn óðum og þá þarf að taka það í svona einni rispu. En mér finnst langt mikilvægast að vera ekki stöðugt í raun og veru bara á teinunum eftir einhverju dagskrá þar sem að það var Sölvi Tryggvason sem ákvað hvað þú ætlar að gera þennan klukkutíman. Maður verður að ná að stjórna sinni dagskrá til þess að ná árangri. En það var það sem ég ætlaði að spyrja þau. Hvernig hver, því nú gefið mér forsætisráðherra, þannig að það bara endalaust að það er þess ráðstefnur og þessi, það vilja allir að þú komir einhvers staðar allavega í 5 mínútur til þess að sína á þér andlitið. Hver ákveður allt sjálfur eða er eitthvað annar sem ákveður þetta fyrir því? Sumt er þetta bara í föstum skorðum, ríkisstjórnarfundir, það þarf að halda ráðherranefnda fundi og ég er að meina að þetta þarf að mæta einhvers staðar, Já, það er samstarf á milli mín og ritarans og síðan er ég með aðstofamenn líka sem að þetta fer í gegnum og þeir skoða og þeir segja, heyrðu, við mælum með því að þú mætir þarna eða sleppir þessu og svo framvegis. Það er nú svona almennt nú hægt að leysa það með heilbrigði skynsemi. Og ég legg upp úr því að hitta fólk. Ég meina, ekki viltu vera einangraður upp á skrifstofu með öðrum embættismönnum úr tengslu við það sem er að gerast. Nei, ég fæ mjög mikið upp úr því að hitta fjölbreyttan hópa fólki. Til dæmis kom til mér Indveri í vikunni sem ég hafði rekist á í Nýju Delí þegar ég var þar að undirrita fríverslunarsamning milli Indlands og EFTA-ríkjanna fyrir Íslands hönd sem utanríkisráðherra og þetta var maður sem að ég hafði spjallað við eftir einn viðburðin sem að var svona hluti af stærri dagskrá sem ég var í. Og hann var svo ánægður með spjallið að næst hann fór til Evrópu þá gerði hann sér ferð hingað til að kynna sér landið og spurði mig í samskiptum sem við höfum átt hvort ég geti ekki gefa hann 15 mínútur sem að var síðan tæpu klukkutími. Það sem hann var að segja mér frá þetta sem hann er að fást við og tækifærunum sem hann sér í samskiptum Indlands og Íslands og þetta er svona, þú fær svona tækifæri í þessu starfi til þess að horfa inn í víddir sem að þú annars... Þú hafði gaman að fara til Afríku, ég er nýkominn frá Afríku. Já, ég hafði mjög gaman að fara til Malaví. Þar var verið að halda upp á 35 ára afmæli þróunaraðstoðarinnar og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að við þyrftum að gera í hæfilegu jafnvægi það sem að er eðlilegt af okkur að leggja til alþjóðlega þróunarsamvinnu, þar að segja til stofnana sem eru að sinna þessu á alþjóðavísu og síðan þess sem að við getum gert í tvíhliða þróunaraðstoð og það eru verkefnin sem að til dæmis er verið að sinna þetta í Malaví þar sem við höfum náðalega frábærum árangri bara á okkar forsöndum í beinum samskiptum við stjórnvöld, ríkisstjórn og hérastjórnir og aðra leikendur í bæði menntamálum, skólastarfi og síðan í heilsugæslu eða mæðravernd og öðru slíku. Ástæðan fyrir ég legg upp úr því að við gerum þetta í góðu jafnvægi og helst sem mest í tvíhliða er uppbygging þekkingar fyrir stjórnkerfið á Íslandi. Og þarna sér maður Íslendinga sem að standa mjög framalega og þá sem eru okkar fulltrúar þarna úti. Inga Dóra sem hefur verið að reka skrifstofan okkar í Malaví
eru orðnir algjörir sérfræðingar í að ná árangri og svo reynsla byggist upp í íslenska stjórnkerfinu og það vindur upp á sig. Borið saman við það að senda peningin bara inn á eitthvað reikning hjá Sameinuðu þjóðunum og færa það svo til bókar í einhverju bókhaldi framlög til þróunaraðstoðar og það verður ekki til mikil þekking við það sko. Ég hjartanlega sammálaður með þessu sko, ég fór sjálfur til Haítí eftir jarðskjálftana 2010 og þá sá maður einhvern veginn hvað það hægt að gera mikið fyrir peningin ef það eru bara aðeinslega sem að gera þetta á jörðinni og það, sko að þér talaðans við þessu Afríkufærð að þá sko máli sem einna stærst í bara þjóðmálunum og stjórnmálunum í dag innflytjendamálin og mér finnst verið einhvern veginn orðið svo augljóst að við getum gert svo miklu meira gagn með því að vera að nota peningana sem við erum að nota í einhverja svakalega skriffinnsku hér lögfræðinga, félagsfræðinga allt þetta í að finna einhverja leiðir til þess að láta þetta fjármagn nýtast sko miklu betur í löndunum sem við viljum vera að hjálpa. Alveg hárrétt hjá þér að ættu við fyrst og fremst að vera að gera það að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Ég ætla að fyrst að ég kem að því að nefna, þú nefnir Haítí hérna að það gott dæmi það hvað við getum verið sveigjanleg og fljót til viðbragðs. Við vorum fyrst Rústabjörgunarsveitin okkar var fyrst á vettvang á Haítí ímyndaðir af öllum heiminum og allir getunni sem að maður getur ímyndið sér. Það var merkilegt, það rifjast upp þegar þú segir það. Já, alveg það var frábær framistað af okkar hálfu Rústabjörgunarsveitarinnar og síðan komu hjúkrunarfræðingar og margir fleiri. En varðandi þetta sem þú segir, ég meina, ég satt fund í sumar með ítalska forsætisráðherranum Giorgia Meloni út af því að margir þessara funda farið þannig fram að menn sitja í Starhúsið og þá Ítalía og Ísland saman og þetta nú eitt af því sem hún hafði sérstaklega fram að færa, hún var að vekja athygli á því hvað sko sjónir NATO þeim aðalega beint þessa mundir til Úkraínu vegna þess að þar eru stríðsátök lifandi en hún notaði tækifæri á fundurinn til þess að vekja athygli á því hvað væri mikilvægt að fá betra jafnvægi í Afríku og að flóttamannavandinn sem að Suður Evrópa og við finnum líka fyrir hér norðar í Evrópu að fást við og ekki síst Ítalir að hann stafar af óöld í mörgum ríkjum Afríku og hennar sjónamið var að við myndum ekki bara halda áfram að taka við flóttamönnum heldur myndi þetta smám saman geta brotist út í annars konar ógnir, styrjaldir og þess vegna væri lausnin ekki eingöngu fólkinu því að gera sitt hvað varðar aðstoð við hælisleitundur, heldur þyrftu ríki að gera miklu meira til þess að aðstoða fólk heima fyrir. Sko, en ef við hugsum í okkar samhengi, ég meina við erum ekki að fara að leysa risastóra efnahagsmál, við getum leyst lítil lokal mál. En það sem ég er raun og reyna að spyrja það ekki, sko, þetta mér finnst eitthvað því mér langaði svolítið að reyna, þú nefndir, ég hlustaði á því í hlaðvarp og þú talaðir að vera gott að mæti í svona þætti því þú ferð eitthvað meir en bara eitthvað smá yfirborðsspjall, skilur. Þannig að mér langaði að tala við stóru myndin eins og bara hvert hlutverk ríkisins og annað og þetta tiltekna mál, mér finnst þetta svona innflytjendamálin, það öll þessi skautun sem allir að tala og allt þetta, sko umræðan búin að vera þannig að ef þú ert ekki bara sammálaði að við eigum að taka við öllum að þá ertu bara rasisti. Þetta er svo galið hvert þetta komið. En ef maður hefur eitthvað ferðast heiminn, og ég hef búin að koma mjög víða, ef þú ert í borg eins og Kaíró, það sem eru 20 miljón manns, og nú er ég nýkomin frá Tansaníu, sko heimurinn er svo stór, að ef við ætlum einhvern veginn að taka við öllum hér sem að hafa eiga bágt og veita þeim alla þjónustu sem er í boði, þá bara er ríkissjóður tómur rosa hratt. Alveg rétt. Það að maður sé á þessari skoðun það þýðir ekki að maður sé rasisti. En að samaskap ég í raun og vera á því að það bara vera landamæralaus heimur og ef að fólk vill koma hérna og hafa tækifæri á Íslandi og taka þátt í samfélaginu þá höfum við bara bjóða alla velkomna. Og mér finnst einhvern veginn svo umræðan sé þannig að þú að vera í einhverju liði. Já, ég held reyndar að við getum ekki boðið alla velkomna og það væri mjög óvarlegt af okkur að segja, það eru allir velkomnir af því að það hljóta alltaf að þurfa að fylgja því einhver skilyrði
og í þessari stóru umræðum innflytjandamál þá öllu dengt saman í eina og sömu skálina, þar að segja hælisleitendur, þeir sem að sækjast eftir því að fá alþjóðlega vernd og svo allir aðrir innflytjendur sem að sumir eru bara ekkert að óska eftir því að fá alþjóðlega vernd, heldur vilja bara búa hérna. Akkurat. Og við þurfum að gæta okkar á því að það ekki sjálfsagt fyrir hvern sem að koma til Íslands og búa ef að viðkomandi hefur enga forsendur fyrir því að geta framfleytt sér og komið sér fyrir og við blasir að viðkomandi fer bara beint á félagslega aðstoð og svo framvegis. Ég meina, það ekkert ríki sem að leyfa slíkt. Undantekningin frá þessu samningar til dæmis við Norðurlöndin, þar sem að við erum með sérstaklega sem sagt þétt samstarf og við erum að leggja upp úr því að Norðurlanda samstarfið sé dýpra og þéttara samstarf á sem flestum sviðum heldur en annars staðar þekkist í Evrópu. Og síðan auðvitað samningurinn sem tryggir frjálsa för og þar gagnkvæmni auðvitað lykilatriðið. Við getum farið hvert sem um Evrópu og við erum farin að líta á það sem sjálfsögðu réttindi að koma okkur fyrir annars staðar ef við svo kjósum margir Íslendingar að nýta sér þau réttindi. En erum við ekki núna komin á stað? Viðurkenning á menntun eða starfsréttindum og svo framvegis. Þetta skiptir máli. Og þetta var hluti af umræðunum samningjana sín tíma. Fólk var að spyrja sig hvort að Inga myndi ekki bara flæða sem sagt Evrópubúar frá EES-svæðinu. En reynslan hefur sýnt að það aðalega háð atvinnustiginu. Og við höfum séð innflutning af fólki þegar það hátt atvinnustig á Íslandi, við líka séð brottflutning af En ekki bara allt í lagi að flæði hingað fólk ef að fólkið ekki ef að fólkið ekki að biðja neitt frá kerfinu og þá sem maður það sem maður langar ekki að spyrja þið svona bara beint út kom ekki bara eitthvað ára tímabil þar sem við vorum dálítið of saklaus og það var bara, þú veist, að maður tala mannamál það voru alltaf verðaskrifstofur í Venesúela farnar að segja fólki að þetta koma til þess að setjast upp á kerfið á Íslandi það ég þekki fólk sem að vann í stjórnkerfinu í Reykjavíkurborg og sagði það bara fólk sem var að koma hérna frá ákveðnum löndum í Austur-Evrópu það þekktu upp á hár hvað það geti gert til að setjast upp á kerfið þetta fólk síðan að koma óorði á alla innflytjendundar sem vilja kominga bara til þess að aðlaga samfélaginu og taka þátt í lífinu og vinna og vera með. Já, aftur við verðum að gera mun á því fólki sem vil koma hingað til að vinna og skjóta rótum á Íslandi, stofna til fjölskyldu, alveg börn og svo framvegis. Við erum tiltölulega opin fyrir því, svo lengi sem þú getur sýnt fram á að þú getur bara framfleytt þér og þá getur með þessi orðið íslensku ríkisborgari með tíma. Erum við tiltölulega opin fyrir því? Erum við ekki að... Fyrir gagnvart EES-svæðinu, þá erum við það. En ef þú verður fyrir utan EES? Já, þá það orðið erfiðara. En það sem við höfum verið að gera á undanförnum árum að segja, ef þú ert sérfræðingur, ef það þörf fyrir þína vinnukraft á Íslandi og þá maður að horfa til alls konar sérhæfðara starfsemi sem framfer á Íslandi þar sem að mengi þess fólk sem hefur viðkomandi sérfræðingu innanlands mjög takmarkað að þá höfum við verið að opna reglunar og við höfum verið að hvetja til þess að fyrirtæki, hvort sem það Decode eða Alvotech eða þess vegna Norðurál eða Jafnblendið eða önnur fyrirtæki sem að þurfa svona sérhæfða þekkingu getur verið í öðrum rekstri líka, svo sem eins og í hugbúnaðargeiranum með annar staðar að þau eigi auðvelt með að koma. Við höfum verið að gefa slíku fólki skattaafslætti þegar það flytur til Íslands. Það borgar takmarkaðan tekjuskatt fyrstu 3 árin og við höfum verið að greiða fyrir því að slíkar umsóknir séu afgreiddar með hraði þannig að það þurfi ekki að bíða mjög lengi. Þannig að við erum að segja það sem að augljóslega mun gagnast hagkerfum til lengri tíma, við viljum greiða fyrir því og þetta geta verið Bandaríkjamenn eða Asíubúar eða aðrir sem utan EES-svæðisins og þar erum við bara að horfa á það sem við viljum sjá gerast að á Íslandi geti orðið til fjölbreytt flóra atvinnustarfsemi þar sem að fjölbreytt störf eru þar að leiðandi í boði og við vöxum sem hagkerf út frá
einhvern þekkingagrunni. En við viljum ekki sjá það gerast að fólk flytji hingað fyrst og fremst vegna þess að það geti fljótt treyst á velferðarkerfi á Íslandi og hafi aldrei haft mikla möguleika á því að framfleyta sér. En það sem ég langaði þá að spyrja, það eiginlega spurningi mín, vorum við ekki of saklaus? Og engin þjóð myndi gera það. Vorum við ekki of saklaus í dálítið langan tíma, þar sem einhvern veginn reglurnar hérna voru bara öðruvísin í eiginlega öllum öðrum löndum Evrópu og svo allt í einu fyrr eða hitti fyrra, þá föttum við bara þetta allt komið í steik og þá bara þurfum við einhvern veginn að byrja að loka öllum dyrum og fara í einhverja rústabjörgun. Sko. Ok, þá erum við að tala um hælisleitenda kerfin og það eins og ég segi, ég vil halda því aðeins aðskildu frá því sem að gagnast íslensku vinnumarkaði. Ég bara tala um þá sem vilja fá þetta frá kerfinu. Því ég bara á þeirri skoðana, allir sem vilja kominga og eru ekki að biðja neitt, bara komiði öll. Þið með öll komingu og verið velkomin. Ég hef ekki áhuga því að sjá fólk hrúast upp á göttunum á Íslandi og vinna, þá hrúast það ekkert upp á göttunum. Nei, það er akkurat málið. Ef þú getur komið til Ísland og sýnt fram á og þú getur framfleytt þér og það er þörf fyrir þína vinnukrafta, þá stöndum við galopin gagnvart öllu EES-svæðinu og gagnvart öðrum sem eru utan. Ef það er eftirspurn eftir þínum kröftum og þú hefur sérstaka þekkingu sem að vinnuveitendur í Íslandi vilja kalla til sín, þá erum við búin að vera að greiða fyrir því og eins og ég segi, við erum með að veita skattaafslætti til þess. Varðandi hælisleitendamálin, þá hefur heimurinn mjög mikið breyst á tiltölulega skömmum tíma og við höfum að uppistöðu til verið að byggja okkar regluverk á alþjóðlega viðmiðum eða sáttmálum Sameinuðu þjóðanna til dæmis réttindi flóttafólks og við höfum verið að uppfæra löggjöfun okkar líka og þetta voru tiltölulega fá afmörkuð mál en oft á tíðu mjög umdeild fyrir segjum 10 árum síðan. Við vorum þá að fást við einstaka tilvik sem að stundum urðu að stórmálum í fjölmiðlum og ég meina, menn muna kannski eftir því þegar að Hanna Birna hætti í dómsmálaráðuneytinu, það var mál sem var tengt hælisleitendum sem var þar svona ákveðin undirrót. Þannig það var allt annað ástand í hælisleitendamálum á þeim tíma, voru samt oft á tíðum erfið mál og það var farið í að smíða nýja löggjöf í mjög breiðu pólitísku samstarfi. Á þeim tímapunkti þá sáum við ekki fyrir þá gríðarlegu aukningu sem síðar varð í flóttamannastraumi til Evrópu og til Íslands. Smám saman kom í ljós að regluverki sem hefur verið dálítið síbreytilegt í öðrum löndum var að þróast í átt frá því sem við höfum verið að ákveða. Og við sáum líka á þessum árum að landstjórnir bæði í Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi, jafnvel Noregi líka þurftu að bregðast við og ef þau gerðu það ekki þá var bara skipt ríkisstjórn. Ég meina sannir Finnar eru svona að hluta til að höfða til vandan sem að við erum að horfast í augu við þarna. Svíþjóðdemókratar í Svíþjóð eru ofta mælast sem bara stærsti flokkurinn í Svíþjóð eða hér bil eru lykilflokkur til þess að halda ríkisstjórninni saman en fá ekki sæti við ríkisstjórnarborðið í Svíþjóð í dag. Í Danmörku hefur pólitíkin algjörlega snúið, hún í raun og veru fór alveg upp á röndina og þetta var eitt af ráðandi málunum í kosningu þar og þú getur haldið áfram og skoða víðar í Evrópu, ég meina Ítalía, Holland síðustu kosningar, Þýskaland, AfD-flokkurinn þar. Ég meina pólitíkin á undanförnum árum hefur í auknum mæli farið að snúast innflytjendamál, innflytjendalöggjöfina. Evrópusambandið sjálft er að uppfæra reglurnar, breyta. Öll Evrópa hefur verið að tala um þetta, Tyrkland, Grikkland. Það er ekki nema von að við höfum verið að upplifa einhvern nýjan veruleika og það er ekki bara, eins og þú segir, vegna þess að við höfum algjörlega sofið á verðinum. Heimurinn hefur líka breyst. Ok, en mér langar að koma með smá greiningu og færi þetta aðeins inn í þessa skautun og eins og ég horfi á stjórnmálin, að þá finnst mér vandamáli eða allra stjórnmálaflokka á Íslandi hafa á undanförnum árum verið að þegar einhvern hátt eru þið að þóknast háværum hóp á netinu sem með hérna einu réttu skoðun að því það vill enginn lendi í hakkavélni. Þannig að það sem að gerast núna mjög víða að það að koma allt í einu öfl út allt og þau eru kölluð hægri öfgaflokkar af því það bara ekki búið að vera að hlusta á venjulegt fólk og Twitter sem á einhverjum tímapunkti var 5% af íslensku þjóðinni var svona einhvern veginn orðið að einhverju megin þema inn í öllum stjórnmálaflokkum við verðum að þóknast Twitter fólkið. Já. Skilur hvað ég er að fara? Og þá segir einhvern veginn að
Svo allt í einu núna, ég meina samfylkingin, það er bara allt í einu aðeins nýr tónn í innflytjendamálum og það fylgið að fara upp. Ég meina, og ég segi já, þið eru loksins að tala til venjulegs fólks. Mér finnst það reynda að vera engin tónn hjá samfylkingun í innflytjendamálum. Nei, þá ég meina það að verða ákveðin, ok, ég held að þau hafi ákveð að taka upp þá stefnu að vera ekki skipta sér mikið af og bara svona... Ok, ég á góðri íslensku eða ensku að þátt að segja það sem er búið að vera að nota. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.